Frystitogurinn Hrafn Sveinbjarnarson frá Grindavík sem í eigu Þorbjarnar HF kom í land mánudaginn 4. apríl eftir 35 daga veiðiferð og þótt gengið hafi á ýmsu vegna COVID og veðurósa þá var til nýtt aflamett og því geta áhafnar meðlimir látið sig hlakka til gómsætrar köku í upphafi næstu veiðiferðar en hefðu fyrir því að útgerðin færi áhöfn tertu þegar metir slegið. Það eru venjulega þessar fréttir sem vekja mesta athygli en minni gaumur gefin að því sem þarf að fylgja í kjölfarið, til dæmis að landa aflanum. Þess vegna var ákveðið að setja kastljósið á löndunargengið, nánar tiltekið starfsmenn Klafa löndunarþjónustu e.h.f. Elvar Hreinsson, framkvæmdastjóri og einn stofnanda Klafa, fór yfir sögu fyrirtækisins, rakti ferlið í löndunum og hvað framundan. Ég var bara ráðinn sem verkstjóri hjá Þorbirni yfir þessu löndunardeild þeirra. Og sáum við bara fljótlega að þetta gekk ekki upp, það var ekki nógu mikið að gera til þess að vera með sérdeild í löndunum og fórum að reyna að finna eitthvað meira að gera. Kom vísir inn í þetta og þeir voru með sína löndunardeild líka, það er það sama hjá þeim að þetta var ekki að gera sig. Þannig að við stofnuðum Klafa og fórum að reyna að fá fleiri viðskiptamenn. Þannig að Gjögur kom inn í þetta og Nesfiskur. Þannig að út frá því var stofnaði Klafar. Og hvað, þetta náttúrulega flesta landarinnar fara fram hér í Grindavík, ekki rétt, en hvað, þið farið bara hvert á land sem er? Já, við förum bara löndum fyrir Nesfisk, þá löndum við í Keflavík og Sandgerði og svo, við förum í Hafnarfjörð ef þannig er og Þorlákshöfn. Við bara förum allt ef við þurfum. Við verið í síðasta haust, þá vorum við á Siglufirði að landa og þannig að við förum víða. Það er náttúrulega byrjað á því að setja þetta á bretti hérna niður í lest. Við reynum að flokka, ef það er stór númer í skipinu, þá reynum við að flokka þau niðri þannig að þá getur þau bretti farið bara beint í plöstun og jafnframt þá í keislu eða í gáma. En það sem er hjá okkur er þetta mörg númer í skipunum að þá fer svona 70% af aflanum hérna inn í tjald til okkar sem er flokkað og þá náttúrulega þarf að taka hvern einasta kassa af brettunum aftur og raða þeim eftir réttu númerum á bretti hérna inn í tjaldi. Og svo þegar komið fullt bretti þá er það sett í plöstun og sett á það hérna brettamiðar og svo er þessu bara keyrt inn í Reykjavík eða sett í gáma hérna á bryggjunni. Og svo væntanlega heldur það áfram í erlendar hafnir. En síðan línulöndunin, það er allt annað. Hvernig er það ferli? Það er náttúrulega bara kör og meiri hlutin af aflanum fer upp í húsin. Það sem það er hjá Ísri eða Þorbirni eða bara hverju sem er og restin fer á markað hérna. Við náttúrulega vonast þess að stækka og komi meiri kvóti og meira að gera og fleiri skip sem að kemur þetta. Það vantar að koma inn hérna meira aðkomum bátum hérna inn til Grindavíkur. Og vantar að koma bátum sem eru hérna fyrir auða fyrir utan að þeir komi hingað inn og landi. Þannig að þú hefur alveg möguleika á því að stækka talsveit við þig? Já, vonandi. Vonandi er náttúrulega eins og núna, nú er skerðing á kvóta og það bitnar töluvert á okkur, það náttúrulega minnka fiskurinn sem við löndum. Það er svona mikið skerðing á kvóta, það segir ýmislegt sko. Orri Freyr Hjaltalín kom upprunalega til Grindavíkur til að spila fótbolta. Hann er eldri en 2 vetur í löndunarbransanum og getur svo sannarlega borið viðurnefnið Norðan stálið eftir alvarlegt slys sem hann lenti í þegar hann vann hjá öðru löndunarfyrirtæki. Hann rifjaði slysið upp og sagði frá þessari erfiðisvinnu. Já, svona í mjög stuttu máli þá datt fullt bretti af kössum ofan á mig, einhver 800 eitthvað kíló og ég meðal annars 3 hryggbrotnaði og braut 7 rifbein. Ásamt einhverjum öðrum smávægilegum meiðslum. Og hvað, ertu alveg búinn að ná að jafna þig að fullu? Þú ert mættur aftur bara í Löndun? Já, svona maður jafnar sig aldrei að fullu en ég er svona, þetta er alltaf þokast í rétta átt og ég er orðinn svona alveg slarkfær í þessu.
En það bara mjög einfalt. Þetta er sannkölluð erfiðisvinna, það ekki? Hvað þurfa menn að hafa til brunns að bera til þess að geta höndla þessa vinnu? Þetta náttúrulega mjög líkamlega erfið vinna, sérstaklega fyrir bak og hendur. Og þarna, svona fyrst og fremst myndi ég segja að menn þurftu að hafa harðan haus. Það er mjög auðvelt að vera þreyttur í svona vinnu. En ef maður heldur hausnum vel gangandi og þá verður líka miklu seinni að verða þreyttur. Þannig að ég myndi segja svona að það myndi fyrst og fremst snúast að halda hausnum í lagi. Já, og áttu ekki sögur að norðan? Jó, ég hafði nú ein skemmtileg saga þar sem einn klúbbur, ónefndur klúbbur, fekk að koma í fjáröflun. Þeir eru nú taldir vera mjög hraustir. En sá sem endist lengst af þeim, hann fór heim í hádeginu og svona þeir sem voru stiðist, þeir endist í klukkutíma cirka bát og þetta eru svona menn sem eru að liftandi lóðum á hverjum degi. Þannig að okkur svona 70 kílómennunum fannst þetta frekar fyndið. En byrju, svona löndun úr svona togara, þetta byrjar oft 6 á mótnana og er hve lengi svona jafnaði? Við svona reynum helst að fara ekki yfir 12 tímana. Þetta er svona 12-13 tímar dagar svona cirka bát. Og stundum aðeins lengur, stundum aðeins skemur. En svona togari er cirka bát 1,5 dagur. Og þeir eru það flestir hjá okkur, þannig að við reynum svona að taka megnið upp á degi 1. Við tökum svo restina og klárum að ganga frá skipinu á degi 2. Þannig að eftir svona löndu þá eru menn væntanlega vel lúnir. Já, sko, þegar kassarnir eru búnir þá er samt alveg hellingur eftir. Við eigum eftir að setja niður umbúðir og taka kost og þrífa og hin og þessi önnur verkefni sem tilfalla. Þannig að þótt að kassarnir séu búnir þá er alltaf einhverju klukkutímar eftir í vinnu. Löndunin hefst eðlilega í lest skipsins og myndu eflaust sumir ekki beint hoppa hæð sín í loft upp þegar lestalóan er opnuð, að fara niður í -20 gráður og ráðast á fjallið. Ég fer bara í allt sem við beðum hvort sem er liftari hérna upp í tjaldi eða hérna niður í lest. Ef þú svona mættir velja þér, hvað er best að fara í? Mér finnst allt gaman. Tíminn er fljótar að líða hérna niðri. Þannig að þá gengur þetta að sé maður hvað er að gerast og hvernig það er að klárast og svona. En er ekkert erfitt svona í byrjun löndunar þegar allt er eftir? Hvernig er fílingurinn að mæta hérna 6 á mótnana og allt eftir? Æ, þetta venst bara. Þetta er bara að vinna og maður bara klárar þetta. Maður hefur alltaf unnið akkur allt sitt líf og þá er þetta ekkert mál. Mér finnst þetta bara gaman. Það sé ekki svona 10 stiga frost núna en 20 svona þegar við erum að opna á mótnana. Það lækkar svo þegar við opna lúgan. Og er það ekki ansi kalt svona oft til þess að byrja með? Jú, það getur orðið ansi kalt og gripið í kinnarnar. Já, þetta eru miklir jaxlar, en það geta þeir vottað sem hafa prófað þessa vinnu. Þetta er mikið erfiði, en á þessum 2 dögum með genginu sást hve góður starfsandinn er og menn vinna vel saman. Ég býð mig hér með fram í næstu löndun.